Komiði sæl, ég heiti Sigur Ingi og ég er skákkennari hér á krakkaskák.is og verið velkomin í fyrsta skáktíman. Í þessum tíma, fyrsta tíma, ætlum við að læra á peðin og einnig að læra á drottninguna. Og síðan strax eftir að við höfum lært á þessa menn, þá gerum við æfingar með peðunum og drottningu. Skák er hreyfing. Sá sem getur hreyft sig mest á borðinu, það er drottningin, hún er sterkust. Sá sem getur hreyft sig minnst, það er peðið. Við erum með 8 peð. Maðurinn sem hreyfir sig mest er því bestur og maðurinn sem hreyfir sig minnst er lélegastur og það er peðið, blessað peðið. Peðin ganga alltaf beint áfram eða labba áfram. Það má færa sig í upphafi 2 reiti. Þegar að peð eru öll á upphafsreit, þá mega þau fara 2 reiti áfram. En annars alltaf bara 1. Hér kemur peð á móti, og þetta eru kannski 2 bestu leikirnir fyrir hvítan og svartan að gera í skák. Og gott að gera það síðar þegar við fyrir að tefla með alla mennina að leika peðunum svona út. En hér kemur stór galli varðandi peðið. Peðin þarna sem eru komin út á miðjuna á borðinu eru föst. Þau geta ekki bakkað og það er aðal veikleiki peðsins að það getur ekki bakkað. Hér kemur annað peð út á móti og nú má svarta peðið drepa. Peð drepa á ská, alltaf á ská. Og hér ætla ég að kenna ykkur strax svolítið sem að peðin geta bara gert og einhvernir aðrir menn geta gert. Það er svolítið sem heitir framhjá hlaup og er dálítið flókið en ég sýni ykkur það hér. Nú leikur hvítur sé peðinu sínu út. Það fer 2 reiti áfram. Takið eftir þessum leik. Nú má svartur gera svolítið sem heitir framhjá hlaup. Hann má drepa þetta peð svona. Taka það hreinlega út af borðinu og drepa það þó að það sé komið framhjá. Þetta er dálítið skrítið. En reglan er svona. Ef að peðið fer frá upphafsreit, bara frá upphafsreit, 2 reiti hér áfram, framhjá drápsreit sem að svartur ræður yfir, það er að segja svart peð, þetta eru bara peðin sem gera þetta, þá má svartur gera svona framhjá hlaup. Það þarf ekki endilega að gera það. Nú hvítur drepur tilbaka og við skulum halda áfram að tefla peðunum út. Það má líka fara 1 reit ef maður vill. Hvítur heldur áfram að setja sín peð út og svartur heldur áfram og hér leikur hvítur peðinu sínu fram á reitin 1-5, E5. Og nú getur svarta peðið drepið hvíta peðið sem er á F6 en peðið sem er á F4 það er að passa hvíta peðið. Þannig að svona passa þau hvort annað líka. Svartur leikur núna ákveður að drepa ekki peðið, heldur leika því fram. Og núna getur hvítur ekki gert framhjálaup. Sjáu þið muninn. Áðan gat svartur gert framhjálaup, en núna er peðið ekki að fara frá upphafsreit. Það er komið út og fer áfram og hvítur getur þess vegna ekki tekið framhjálaup á þetta peð. Hér sjáu þið svolítið sem heitir peðakeðja. Þarna eru 4 peð í sömu línu og ég hef merkt peði sem stendur á H2 sett utan á það grænan kassa. Þetta er peðakeðja og veikasti hlekkurinn í peðakeðjunni er þá peðið á H2 því það er enginn að passa þetta peð. Peð drepa á ská en ekki aftur á bak. Peðið á H2 er að passa peðið á G3, peðið á G3 er að passa peðið á F4 og peðið á F4 er að passa peðið á E5 en enginn þetta peð. Þetta er mikilvægt að vita, sérstaklega í leiknum á eftir. Nú við höldum áfram. Hér sjáum við aftur, nú fer peðið frá upphafsreit, takið eftir þessu, það fer frá upphafsreit 2 reiti út en það fer fram hjá drápsreit hjá hvíta peðinu og þess vegna má hvíta peðið gera svona fram hjá hlaup. Og peðið drepur tilbaka
og peðin drepa, og hér komið svo litið skemmtilegt. Nú hvítur komið frí peð, það er að segja, það er engin peð í línunni þarna hjá honum og enginn sem getur drepið það, og svartur einnig með frí peð, og við skulum sjá hvað peðið getur gert. Peðin halda áfram, einn reyti í einu, fara mjög hægt, enda lélegir skákmenn, og nú gerist svo litið sérstakt. Peðið, hvíta peðið, er á 7. línu og fer núna á 8. línu, og þegar að peðið tekst að komast á 8. reytaröð eða loka línuna hjá andstæðingnum, þá getur það breytt sér í annan mann, og oftast nær það nú drottning sem maður velur. Svona. Peðið komst upp í borð og það er drottning, sterkasti maðurinn á borðinu, og nú skulum við horfa á drottninguna.